Já, á 17. júní þá skrifaði Jón Ólafur Ísberg, sagnfræðingur, grein í Heimildina og hann var svolítið agnúast út í svona notkun manna á hugtakinu þjóðveldi og svona pínulítið svona eins og hann væri að finna eitthvað að 17. júní. Hann væri þreyttur á þjóðveldsrembingnum sem þarna var og bara rángtúlkun á sögunni. Ég ætla aðeins að ræða við Jón þessa grein og hann hingað kominn. Já, ég ósáttur við að menn sé að nota þetta orð þjóðveldi. Já. Menn nota þetta orð þjóðveldi bara tímabilið 930 til 1262 í Íslandssögunni. Það semst frá þeim tíma sem menn telja að Alþingi hafi verið stofnað og þangað til að menn ganga formlega Noregs konungi og höndum. Þetta er horfna gullöld Íslendinga. Já, akkurat, gullöldin. Þetta er gullöldin. Og menn nota bara orðið þetta tímabili. Orðið þjóðveldi kemur inn í íslenskt mál sem þýðing á republic, eða res publica og var notað franska lýðveldi, eins og við kallum franska lýðveldi í dag og Bandaríkin. Og svo fara menn að tala þetta líka í það hefur verið og nota það sko á 19. öld þetta sé þjóðveldi, vegna sem þeir eru ekki með konung. Þjóðin ræður sér sjálf. Já, þjóðveldi, þjóðin velur var ræður. Svo veit ég ekki alveg akkur það gerist en menn hætta að nota þjóðveldi og tala lýðveldi. Það er lýðurinn. Það er lýðveldi, það er lýðurinn sem velur en svo lýðurinn ræður. Hætta að nota orðið þjóðveldi nema þetta tímabil í sögunni. Og mín skoðun svo þegar maður skoðaði þetta kemur fram í rituðum heimildum á 19. öld að þetta fyrst og fremst af þjóðernislegum ástæðum. Menn eru þá að vilja fá meira fullveldi frá Dönum og segja hérna þjóð sem réði sig sjálf eins og svipað eins og Bandaríkin eða Frakkland og þess vegna notaðar frekar þjóðveldi heldur en lýðveldið. Kannski ekki við en þetta kallar þetta lýðveldi og þetta heldur áfram. Tala þjóðveldið. Svo koma fræðimenn sem benda á þetta er ekkert þjóðveldi eða lýðveldi. Menn er ekkert búin að Íslendingar árið 1100 þeir er ekkert búin að definera sem þjóð eins og menn gerðu á 19. öld. Og þeir eru ekkert að pæli því að þó þeir hittist á Alþingi sem eitt þing fyrir þetta sker þá er það ekki eitthvað löggjafaþing í skilningi dagsins í dag. Þannig að þetta er bara hvorki þjóðin eða lýðveldi. Nei, hvorki, en þetta er bara ímyndabarátta á 19. öld sem bara hættir ekki. Þeir bara get ekki hætt að nota þetta og ef maður skoða notkunna þá er notkunni mikið á 19. öld og svo fer notkunna orðinu þjóðveldi fækkandi, það er maður skoða til með í tímarit.is. Svo aftur þegar árangur næst í sjálfstæðisbaráttunni þegar komið fullveldi þá er ekki þörf á því að vera að flagga þessu. Nei. En svo rís þetta upp aftur. Já, í kringu 1940 og 50 það þarf að fara landið að vera sjálfstætt, það kemur útlendur her og þá fara menn að tala þjóðveldið. Og þess vegna er að hampa þessu líka það, eins og nefndir að þetta hafi verið gullöld, það er allt var fullkomið og gott. Þjóðin réði sig sjálf, stjórnaði sig sjálf, ekkert erlent vald og þannig er svona þetta drauma tíma sem allt var svo gott. Þetta er svona saga baráttunnar. Það er að við áttum gullöld og við mistum hana en við endur heimtunni. Allt var gott, svo mistum við það. Nú er alltaf orðið gott aftur. Já, en það er aldrei allt alveg gott. Nei. Og þess vegna þegar menn eru fullvaldað þá var 1918 getur sagt þá var allt í okkar höndum. Þó við höfum kónginn þá skipta hann sig ekki neinu. Það vantaði reyndar Hæstarétt og auðvitað fóru menn strax íslenska yfirstéttin og sagði við erum ekki að hafa þessa dansku dómara, við fáum okkur eigin kalla til þess að sjá þetta. Gerðu það og þeir höfðu allt í höndum sér. En af einhverjum ástæðum vildi menn endilega ganga lengra og mér alltaf fundist það frekar ósmekklegt að gera þetta í miðju stríðinu en látum það vera, ekki meðlega þetta. Það var ekki margir á þínu máli á þeim tíma, Nei. Það kosuðum þetta. Já, ég er alveg saman. Þú hefur verið þar í afgerandi minnihluta. Ég hef verið afgerandi minnihluta og Íslendingar áttu fulla rétt á þessu. Menn ekki að gleyma því að 1918
þá samið öll þessi mál og þá mega menn lýsa yfir sjálfstæði eða menn vilja eftir 25 ár. Það var hægt 1943 og þá allir Íslendingar rjúka til. En þá voru það Bandaríkjamenn sem sagði, herðu, strákar, þú gerið ekki svona, þið býðið. En menn sagði bara, ég var alveg rétt á því, ég get bara gert það sem ég sýnist. Og þeir býðið í 1 ár. Ok, þá heldur menn að væri komið þið fullkomna þjóðveldi aftur, íslenska lýðveldið, en 2 árum seinna samið við Bandaríkjamennum hersveitina, eða hernámið. Og þá þarf að nota þetta aftur, þannig að það var aldrei komið algjörlega. Svo fóru menn í Þorskastríð og svo kom EFTA og svo Evrópusambandið. Þannig að menn komast aldrei í algjöra sælu í hinu forna þjóðveldi, sko, í nútímanum. En hluta til menn að nota þetta orð. Þetta blekking, því þetta var hvorki þjóðinni veldi á þessum tíma. Og þetta gert þess að þjappa Íslendingum saman gegn erlendu valdi. Já, gegn erlendu valdi og við skulum ekki gleyma því. Erlendi áselni. Já, og getur kallað hvað sem en fyrir mörgum árum síðan, áratugum síðan, benti Björn Þorsteinsson sagnfræðingur á það að það hefur aldrei farið fram neinn stéttagreining í íslensku sögu. Það eru bara 2 stéttir á Íslandi. Það eru við og hinnir, það eru útlendingarnir. Við Íslendingar erum alltaf ein heild sem eru með sameiginlega hagsmuni á móti þeim. Þrællin og höfðingin hérna á þjóðveldistímanum. Og við höfum aldrei viljað horfast í augu við þetta. Fyrir svona tíminn líður nú svo rætt, alls ekki 40 ár síðan eitthvað svona Gísli Gunnarsson skrifaði doktorsritgerð einangrunarverslunina. Kom út inn í bók Uppboðið Ísaland. Og hann bendir á það að einangrunarverslunin og íslenska yfirstéttin pössuðu svo vel saman. Þetta svo flís í rass. Íslenski þjóðurnir sólsestar í Alþýðubandalaginu voru alveg ferlega svektir út í Gísla. Hann fekk aldrei þessa viðurkenningu vegna þess að menn voru svo ósáttu við þetta. Vegna þess að einangrunarverslunin hið vonda útlendavald og tala um einhver íslenska yfirstétt og höfðingja, þá gerir það ekki. Það eru bara við sem eru þar, sko. Langavíðin, einhver hann. Við erum komin á höfðingum. Já, einhvers það, við getum alltaf fundið prest eða sýslumann og fer eitthvað 200 ára aftur, sko. Því við skulum athuga það að fátækt fólk átti ekki eiga börn. Það fekk ekki að stofna bú nema hafði ákveðin fjárráð og þeir sem ekki höfðu fjárráð áttu þess ekki að stunda kynlíf og eignast börn. Þannig var fólki haldið niðri. Og Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðingur hefur bent á það að íslenska sjálfstæðisbaráttan eða fullveldisbaráttan eða hvað sem við viljum kalla hana gekk út á það að koma í veg fyrir evrópskt frelsi. Danskir ráðamenn 1860 eftir að þeir tapa stríðinu við Þjóðverja eru mjög svona líberal og líberalismi í Evrópu á þeim tíma, það er prentfrelsi og það er trúfrelsi og það er ferðafrelsi og annað slíkt. Danir vildu innleiða þetta allt á Íslandi. Íslenski ráðamenn vildi það alls ekki. Þannig að þeirra tillögur á Alþingi og seinna þeirra fekk löggjafavald var alltaf til þess að reyna að koma í veg fyrir þetta. Frelsi til þess að halda áfram að kúga aðra. Já. Þegar Guðmundur skrifaði grein um þetta í Tímarit Máls og menningar, sennilega svona 84-5, man ekki, þá bara kastaði hann spreng inn í þetta fólk og þetta kreðs sem telur sig eiga þjóðina. Hver eru það? Já, hver eru það? Ég ætla helst ekki nefna nöfn, en ég man eftir því þegar að Guðmundur var að halda fyrirlestur í Norræna húsinu, svona 1990. Það var haldið aðri tímar þá í samfélaginu 1990, múrin að falla og kaupfélaginu hausnum og allt saman. Og þá var mikið mektar fólk sem var þarna, ég hafði komið svona snemma og var að lesa ykkur blað og þekktir einstaklingu samfélaginu og þá segir einn konan, hann er að taka þjóðin af okkur. Já, hann er að spilla fyrir okkur, sagði hann. Það var svona þekkt fólk í menningar og stjórnmálalífi sem telur sig eiga þetta og móta þetta.
og ef þú hugsar út í þetta, þá er þetta ekkit stór hópur sem talað við og vil til með hafa áhrif á hverju næsti forseti og ímislegt svona, sko. Við þurfum að hafa stjórn á sögun okkar. Já, stundum hafa kallað sig lífveldiskynsluðana eða eitthvað. Ég veit ekki hvað þau kallað sig í dag eða hvernig þetta er svona, hún getur ekki sagt þetta sé félag, en þetta er svona hópur sem að þannig að þessi barátta, þetta, við höfum aldrei farið og greint okkar sögu. Nei. Sko inn á við. Nei. Og ég ætla ekki að vera að tala við inn í allan dag eða allt kvöld eða fram morgun, sko, en það er bara svo margt sem hefur ekkert breyst. Nei, það er svo í sambandi við þá svona sem við getum kallað sjálfsmynd þjóðarinnar sem er haldið að okkur. Já. Við lítum á það og þess vegna lítum við á okkur sem eina heild. Þess vegna verður allir að vera saman í því. Og við erum þau sem voru kúuð, það var að fara illa með okkur, svo stöndum við saman, brjótum á okkur lekkina og komst til betra lífs. Þú skrifar þetta á 17. júní, finnst þér sá dagur vera svona hátíðisdagur þessara hugmyndar? Mér finnst alveg, 17. júní var alveg hundleðilegur, sko. Og mér finnst hann ekki eins og höfða til fólks, því að ef þú sér þjóðhátíðardaga annar staðar, þá sjá bara normenn. Þeir var allir í skrúgöngu og djöflast með einhverja lúðra, svo veit og guðma, veit að hvað, sko. Það klæði sér náttúrulega í sína þjóðbúninga, sem reyndar er ekki, sko, norsku þjóðbúningur heldur, er hver bara í frá sínu fylki eða sinni sveit. Já, og hann er allavega og þeir eru að þróan til nútíma, sko. Það er engin með svona tengingu hér nema þjóðdansafélagið eða hvað þetta heitir, sko, einhverju 20 mann, sko, og einhverja hannirakonur. Það er gott mál. Þetta er ekkert sem þú fílar eitthvað. Nei. En málið er að við fengum... Við erum ekki í góðu svona samvistu með sögu okkar. Það verður ekki sagt. Það er erfitt að benda á svona good old times í íslenskri hugmynd. Nei. Við erum ekki, það er ekki svona, við erum hérna, okkar svona matador til dæmis, yrði svolítið öðruvísi, held ég. Já, það er... Þó að það sé átakasaga, þá er það samt svona hugmyndum það sem að Danir eru að verða til, nútíminn í Danmörku eru að verða til, svo sería. Já. Við gætum gert svona það, en það er náttúrulega eftir hver skrifar og hvernig hún lítur á það. Verbúðin var náttúrulega neitt. Verbúðin var mjög góð. Hún var mjög góð, og eins og ég er náttúrulega nógu gamall til að þekkja hana tíma. Látum alveg sumt í pólitíkin leikja milli hluta, en hún var mjög góð til að sýna lífið. Mjög góð. Mamman alveg eftir hvernig var að vinna svo skeppna og fara á böll og allt saman, sko. Og átökinn barðunum bjargirnar. Já, þetta gengur náttúrulega mikið út á það. Hérna það var bara að Lúðvík Jósefsson sem var þannig þekktur stjórnmálamaður hérna áratuga skeið, hann sagði alltaf þegar að maður eitthvað að í efnahagslífinu þá við bara veiða mér fisk, og þegar að menn töluðu hann væri komið kjötfall hérna af rollukjöti, það voru bara að éta meira kjött. Það var ekkert flókið og menn fannst þetta ekkert flókið, en það sem hún nefndir á hann, við erum ekkert að fíla 17. júní öðruvísi en það er frídagur. Man getur verið hérna, þeim sem hérna Reykjavík út og lagbanir í bæ og látið okráðir einhverju dýfis í strassli og eitthvað. Og það er ekkert sem morgunin koma stjórnmálamenn og halda ræður. Það er fálið þar í kring, það er ekki margir sem koma og hlusta og hostist á að vera. En málið var það að ef við ætlum að hugsa einhvern fullveldisdag, þá er það náttúrulega 1. des, því þá var Ísland fullvalda og það var alveg í samningunum að menn geti ákveðið hvað þeir vilja gera í framtíðinni. Það gæti enginn stoppa það. Það er svona það sem Íslendingar ná mestum völdum til sín, það er 1918. Já, þá sko, ég man eftir bara svona krakki í skóla, sko, þá var frí og talaði fullveldisdaginn og svona, að þú ert ekki með eina persónu, þú ert ekki með eina hetju 1. des. Það er ekkert svoleiðis. Dagur hugmynd. Hann er ekkert svoleiðis. Síðan gerist það, og þetta er bara fullveldisdagur. Það er náttúrulega kannski óbulum tíma að vera árið, sko, 1. des, það er ekkert gott að fara í skrúgöngur eða eitthvað sem stóttar í. En það er heldur ekki gott að fara í skrúgöngur á sumardaginn 1. En menn láta sig hafa það. Jæja. Og þetta er alltaf stór hátíðisdagur hjá stúdendum. Útvarpa beint. Meira. Já, var alltaf útvarpa beint og þarna komu drengirnir sem áttu að erfa embættin og heldur ræður og allt voða fínt. Svo gerist það að vinstrimenn á veruleita í Stúdendaráði einhvern tímann 1970
og þeir fara að tala Víetnamstríð og Amerikanar hvað þessi ógeðslegir og allt mögulegt og þá verður bara stjórnmála elítan bara, shit maður við viljum þetta ekki og hætt að taka þátt í hátíðahöldunum dissuðu alveg drifur sig að gera 17. júní að frídegi það var eitthvað 73-4 og pólitískum ástæðum þá fyrst og fremst að pólitískum ástæðum og aðtöða það voru allir pólitíski flokkar sammála þetta alveg sem hvort þú eru hægri til vinstri hann gáttu þeir farið þeir eru með Jón kallrembuna að vestan þeim voru ónýtjungur í Kaupmannahöfn og þeir geta sagt ef að Jón sagði þetta við segjum þetta og eitthvað svona blásis út og svona dótari sko. Þetta er fullveldisdagur en hátíðisdagur Íslendinga hann var tekinn, hann var rænt af stjórnmálaforystinu og gert að sérstökum degi fyrir þá. Og 17. júní þá dagur Jón Sigurðssonar og þeirra sem að gera tilkall til þess að vera arftakar hans í nútímanum sem stjórnmálastéttin. Já, það ekkert flókna, þetta er ekkert flókið. En má við stinga upp á 9. þjóðhátíðardegi. Það er sumardagurinn 1. Akkur? Sumardagurinn 1. Sýnir þess að ótrúlega bjartsýni þessara þjóðar. Já, akkurat, hann sýnir bjartsýni þessar þjóðar við sem að sé komið sumar og 8 kemur ekki sumar, hann kemur ekkert sumar. Hann er eftir gamla tímatalinu, hann er ekkert alltaf alveg á sama degi, sko, hann sé alltaf á 5. degi og hann er ekki háður neinum, hann er ekki háður kirkjunni og hann er ekki háður stjórnvöldum og sumardagurinn 1. náttúrulega bara dagur náttúrunnar og umhverfisins þannig að þetta er eitthvað sem ég held að allir getur tengt við. Já, þetta er að gera meira hann. En þú ert að segja það að þjóðin þurfi sinn dag vegna þess að stjórnvöld séu ekki endilega svona endurspegli vilja þjóðarinnar. Einhver hefði myndið segja það að ég meina ég hef ekki að fagna stjórnvöldum, það er það sem að þau stjórnvöld sem að þjóðin velur. Jú, það má vel vera. Sér gott að fagna þeim og klappa bakið og segja eins og núna, já, Katrín mæltist vel fyrir þetta á fínt, já, hún kemur vel fyrir og er í fínni drakt og guð má vita hvað. Allt í lagi. Það er fínt að hafa svona dagar. Sérstaklega verður frídagar. Það verður enginn þetta móti frítugum. Ef maður er borgað. Það er fínt, sko. En mér finnst bara og hef fundist það lengi að fólk sé ekki að tengja einhvern veginn við hennan 17. júní. Það er einhverjir að gera það, sko. Og við sjáum náttúrulega líka, sko, má ekki gleyma því, það var landsleikur 17. júní. Og ef einhver staðar er þjóðremba, og þá að ég við þjóðremba, ekki ykkur þjóðrækni, þá er það kringum fótboltalandslið. Guð minn, almáttugur. Það voru nú ekki vel svo leikur. Nei, þeir fóðu með skít og skömmend, þeir eru með, já, þó hann hafi ekki spilað, þá voru menn með þarna, gáði sín með menn á sínu snærum sem eiga ekki að vera þarna. Veit ekki hvernig hvað má segja í þessum málum minn. En þetta varandi söguna og sjálfsmynd þjóðarinnar, finnst þér að við mættum gera meira í því að reyna að svona styrkja sögurskilning okkar og kannski svona, já, að styrkja sjálfsmynd okkar hvað það er eiginlega að vera að búa hérna? Það má vafalegt gera það, en þegar sömuleyti finnst manni sko sagan sem er haldið að okkur í þannig ekki svona í þessum ræðum og þetta svona er svolítið eiginlega óbreytt saga sem þú ætti að lýsa áðan sem eiginlega saga sem að til því sjálfstæðisbaráttunni fyrir bráðum meirinn öld sko. Já, ég er alveg sammálega þessu og ef við ætlum að halda meira söguna þá verður allir að geta fundið sinn stað í sögunni. Allir. Alveg sama í hvaða stéttir eru eða voru. Kallar og konur og allir. Ég held að bara sko stór hluti af fólki og sérstaklega almenningi, það getur aldrei ég skil ekki hvernig það getur náð einhverju tengingu við þessa sögu, því hún er ekkert fólk. Hún er höfðingjasaga. Þetta er höfðingjasaga, þetta er kallasaga og höfðingjasaga. En menn eru búin að búa til einhvern svona ímynd með þetta að blessa þjóðveldi og síðan þessi órofin þráður sko alveg aftur í þeir vorum víkingar sko og við erum náttúrulega með þetta germanska DNA í okkur og allt það og tungumálið óbreytt og það er nú eitt sem kemur inn á þetta þjóðernismál, það er þessi málfarsfasismi sem að ríkir hér að
allir eiga að tala eins og þú ert óverður ef þú kannt ekki afturbega sagnir í endafalli eða hvað það heitir sko. Með eilíðin hreim, þú þarft eiginlega að nærðu sig ekki með þriðju kynslóð, þannig að sá sem að flytur til Íslands, hann verður aldrei hluti af samfélaginu vegna þess að það, sá sem lærir íslensku á fullorðinsárum, hann losnar aldrei við heiminn. Nei, og það ýmislegt í þessu. Get sagt sem dæmi að dóttir mín hefur oft verið að grípa það að vera svona stuðniskennari hjá Rauðakrossinum með krakka. Hún sagði mér það fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá var strákur sem kom frá Sýrlandi, flóttamaður, og kom alltaf til hennar til þess að fá svona auka stuðning. Það er rosalega flottur strákur og duglegur og laði mikið á sig. Og hann er að klára 10. bekkin og hann tala mjög góð íslensku sagði. En hann þarf að fara í próf í orðflokka greiningu. Til hvers í fjandanum? Og það er ekki að vera opna leið fyrir fólk hvort sem að kemur hingað erlendur svo þeir með styttri reynslís og tala. Það er ekki vera komandi móts við hina sem er ekkert sérstaklega góður á bókina. Og menn eru búin að búa til þessa mynd af þjóðinni. Hún var alltaf læs og skrifandi, var að yrkja rímur og lesa íslendingasögur og bla 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 bla. Þetta er ekkert saga um venjulegt fólk. En þetta er ekki saga heldur nútíman, ég held að kannski, ég veit ekki hvað þú ert gammal, en að ég meðist ég svona verið að síðasta kynslóðin sem að trúðu því að maður þyrfti að lesa íslendingasögurnar og Laxness til þess að geta verið, bara fengið að taka þátt í almennu umræðu. Ég held að yngra fólk í dag upplifir það bara alls ekki. Nei, það upplifir alls ekki, þannig að það er ennþá verið að neyða menn til að lesa Laxness til dæmis og heimta það að þau kunni skila. Það var nú svona athyglisvert að þegar Laxness dó og þá var talað við ýmsa verka menn og konur og spurt áhrif Laxness og allir bara tók nema náttúrulega hann Guðbergur. Þegar að spurt hvað þýðingu Laxness hefði á hann. Ekki neitt. Og þá vildur ekki tala meira við Guðberg. En þetta er bara allt annar veruleiki núna heldur en eins og segir við okkar kynslóð. Og mér finnst að það er ekkert verið að koma til móts við það og ég held að ungt fólk í dag mun ekkert ná þessari tengingu því það er verið að berja einhverja tengingu sko. Það er alltaf að vera þjóðlegur, það er fínt að vera þjóðlegur og gaman að lopabeysum og kæra þau og finnst landi fallegt og þau ekki væntum og allt það. Og söguna, fólk geta ekki væntum baráttusögu fólks sem byggði hér upp verkalýðshreyfingu og náði að hafa áhrif á mótun samfélagsins, þvert gegn valdi peningana. Já, menn að hafa áhuga á sögu, menn að hafa áhuga líka sögu síns fólk þegar fólk hefur áhuga til þess á ættfræði, bara til þess að skoða hvar var amma og hvar var langamma, hvað voru það að gera, hvernig gekk þetta fyrir sig og hitt og þetta. Það fer bara svona í sitt nær umhverf og nær sögu til þess að skoða svona hluti, hvernig gekk þetta til dæmis að fá húsnæði. Og hræðilega sögur húsnæðismálum í Reykjavík eiginlega bara síðustu 150 ár sko og verðist ekki sjá fyrir endan á því en menn finna sér svona tengingu en við höfum að mínum mati fyrir löngu síðan og skiljanlegt á 19. öld farið yfir strikið og staðins að vera þjóðleg og þykja væntilandi og allt það hafa gaman að þessu þá höfum verið miklu meira þjóðernisleg þannig okkur er betri og hæfari og búið til einhverja glæstasögu sem megin þorri almennings tengir ekki við. Þjóðrembis sögu höfðingasögunar sem á sáralítið erindi til venjulegs fólks. Akkurat. Herðu, Jón Ólafur, takk fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir. Herðu, þetta er lokin að sönnum sögum í kvöld. Við verum með nýjan þátt af sönnum sögum eftir viku. Takk fyrir kvöld.